Komið sæl og velkomin í Suðurnesja Magasín, sjónvarp Víkurfrétta. Undanfarin tæplega 30 ár hafa Víkurfréttir staðið fyrir vali á manni ársins. Og að þessu sinni fórum við vissilega nýja leið því að fjöldasamtök með 16.000 íbúum á Suðurnesjum í hópnum Stopp hingað og ekki lengra voru valdir menn ársins, Suðurnesja fólk ársins. Hópurinn sem stofnaður var á miðju síðasta ári eða það bil hefur staðið í mikilli baráttu fyrir samgöngubótum á Reykjanesbraut frá Njarðvíkum og inn að flugstöð og sú barátta hefur skilað árangri. Við hittum talsmenn hópsins og stofnendur, þá Ísak Kristinsson og Guðberg Reynisson og ræddum við þá og afhentuðum að sjálfsögðu blóm og viðurkenningu frá Víkurfréttum. Æja strákar, stopp hingað og ekki lengra. Það nú ótt að segja að það sé ákveðin öfumæli í því. Þetta mál fór á fleygi ferð, en stoppaði hvergi? Já, það nokkuð til því. En hvernig var þessi hópur til? Hann var til þannig að við vorum að tuða yfir Reykjanesbraut hérna endalaust. Það komið örugglega ár síðan að við byrjuðum að tala að það þyrfti að tvöfalda Reykjanesbraut alla leið upp í flugstöð. Og þetta bara ekki hægt að hafa tvöfalda Reykjanesbraut hérna í miðjunni en svo hérna að hún mjókki í báða enda. Og hérna við vorum búin að vera að tuða bæði á Facebook og hingað og þangað og vara við í hættunum sem gætu komið fyrir. Og 7. júlí þá gerist það snemma morgun að það verður banaslys á hérna hafnaafleggjara. Og hérna við náttúrulega fórum alveg í sjokk, ég fór í algjört sjokk þann dag og hérna þá hringir Ísak í mig, ég man þetta ennþá og hann segir við mig nú bara komið gott, nú bara kem ég með þér í þetta. Hann var búinn að vera að hlusta á mig svona að reyna ná eyrum hingað og þangað og við ákváðum að stofna þarna hópinn, stopp hingað og ekki lengra en Ísak átti náttúrulega hugmyndina að nafninu og stofnaði Facebook-grúppuna og við byrjum svona að adda inn og við ætluðum að taka 20 góða með okkur. Og við svona fórum að adda svona mönnum sem við þekkjum hingað og þangað bæinn og þetta var komið í svona 30, 40 og svo vorum við hvað? Það var svona 150 þegar við fórum að sofa. Já. En svo daginn eftir þegar við vöknum að þá voru 4.000 manns í hópnum og í hádeginu hringir Beggi í mig og segir Ísak, það eru 6.000 manns í hópnum. Já. 6.000. Það eru rétt rúmið 14-15 tíma sem við stofnuðum hópinn og svona tikkaði þetta. Með hverjum klukkutímanum jókst talan 1000. Við vorum komin í kvöldi annars dags vorum við komin í 15.000. Já. Og fór mest í 16.600 held ég. Hvenær var svo fyrsta fundur og hvað var ákveðið á þeim fundi? Við hérna, eins og Beggi segir, að þá stofnuðum við þennan hóp og við ætluðum upphaflega svona aðeins að leyfa þess að þróast. Slysið hafði hérna nýlega átt sér stað og við ætluðum að leyfa því öllu aðeins að setjast. Og við tókum strax, ég og Beggi héldum utan um þennan hóp og fengum fólk til þess að gæta sín í athugasemdum og vera málefnalegt og þarna svona 10 dögum seinna þá vorum við búin að vera að ræða allan tíma hver næstu skref yrðu. Við ákváðum hann 10 dögum seinna að stofna svona framkvæmda hóp. Þar sem að við myndum fá fólk víðsvegar að úr samfélaginu af Suðurnesjum, bæði fólk sem hefur verið að starfa í pólitík og ekki, því að við ætluðum að beina kröftum okkar að pólitíkinni sem að tekur ákvörðun þessi mál, vera uppbyggilega og málefnalega í okkar baráttu og komum ótrúlega margir að og við náðum strax eyrum fólks og svo vatt þetta upp á sig, eitt leit af öðru og við stóðum fyrir margvíslegum uppákomum og hittum alveg ótrúlega mikið af fólki í tengslum við þetta verkefni. En við höfum reynt eins og við getum að þetta bara samfélagslegt verkefni fyrir okkur hérna, fyrst og fremst fyrir okkur hér. Af því að það bara stór hættulegt að beina umferð fólks hér í bænum upp á Reykjanesbraut þar sem að kemur, hvað voru þeir að tala á mínútu, 60 bílar á mínútu sem að keyra hérna fram hjá Aðalgötu og hérna
mér fannst þetta bara að það yrði að gera eitthvað í þessu og þetta á bara að vera, þetta bara tengist Reykjanesbæ en leið þetta sko bara Ísland allt sem liggur undir af því að hver einasti Íslendingur fer hér Reykjanesbraut og í Leifsstöð einhvern tímann á lífsleiðinni, það bara nokkuð örugt. Og þetta voru nokkuð verkefni sem þið ætluðu í? Já, mér langar aðeins að bæta við það sem að Guðbergur var að segja að umræðan svona hjá einhverjum strax í kjölfar að við stofnum hópinn var nú fyrir að líða kosningum og það var fíaskóið var nýbúið og það átti að kjósa haustið og fara að nota þetta í þeim tilgangi. En mín upplifun er sú að við náðum alveg ótrúlega góðu samstarfi við alla flokka. Oddný Harðar sem hún var í fjárlaganefndinni og hún var í minnihluta, hún stóð með okkur. Svandís Svavars og Vinstri grænum sem og auðvitað þeir sem að stjórna liðarnir og ráðherrarnir. Þannig að þvert á flokka mjög gott samstarf, mitt mat sko. En svona, þetta voru nokkuð verkefni sem að þið settu svona á listan. Hvernig gengu þau og hver voru þau helst í fáum orðum? Við settum þetta upp í svona 2 fasa. Annars vegar fyrri fasinn var að fara í bráðabirgðaaðgerðir við Aðalgötu og Þjóðbraut að þar myndum við að fá hringtorg og að Hafnaafleggjarinn yrði tengdur inn í hringtorgið við Stekk. Og svo seinni fasinn var að tvöföldun Reykjanesbrautar yrði sett á samgönguáætlun. Hún var ekki á samgönguáætlun. Báðir þessi verkefni eða þessi fasar hafa komist í gegn. Á þessu ári á að hefja framkvæmdir og búa fjármagnar á fjárlögum hringtorg, bæði við Þjóðbraut og við Aðalgötu. Og á næsta ári 2018 verður Hafnaafleggjarinn tengdur niður hringtorgi við Stekk. Og að lokum, það sem stóra markmiðið okkar, tvöföldun Reykjanesbrautar frá Stekk upp í Flugstöð á langtíma samgönguáætlun. En það auðvitað bara svona ákveðin stefnuyfirlýsing að menn vilji tvöfalda eða alþingismenn eða Alþingi vilji tvöfalda þennan vegkafla en það og svo eftir að fjármagna það og reyna að koma því framar í röðina. En á sama tíma, eins og við vitum allir, að þá eru fullt af mjög brýnum verkefnum, úrbótum í samgöngumálum sem þarf að fara í. En þetta svona þau mál sem til þennan mál snertir auðvitað okkur og því finnst okkur að það eigi að vera framar í röðina það Þannig að nú þurfum við að halda áfram að berja á því. Ég held að sko á fyrsta fundinum sem að við settum saman svona 14 manna svona aðgerðarhóp og á fyrsta fundinum þá komu svoleiðis hugmyndirnar upp sko, fólk var rosalega lifandi og á fyrsta fundinum þá komu upp hugmyndir sko bara loka Reykjanesbrautinni eins og gert á eins og var 2000 og það átti bara að endurvekja þann gamla hóp og það var alls konar sem átti að fara að gera og við höfðum samband við hópinn og virkjum hann og gamla hópinn sko og þeir svona, voru tilbúinir til þess að koma í slaginn og við höfðum það alltaf fyrir aftan okkur sko. En við ákváðum þegar við byrjuðum að við ætluðum að gera þetta með þingmönnunum, við ætluðum að gera þetta með ráðamönnunum og frekar hjálpa þeim heldur en að þeir séu eitthvað að setja þetta í skúffengstaðar og við að bíða. Þannig að við fórum í þarna skiltin að vara fólk við og ég sá bara ekkert að því að vara fólk við þessum hættulega afleggjara. En eins mikið og við vorum búin að vera að reyna að ná í vegagerðina þá voru þeir mjög fljótir að koma til þess að taka skiltin niður. Og svo náttúrulega fórum við bara að hugsa þetta mál rökrétt eftir það. Og menn vildu fara í meira, gera meiri svona víga herferðir en við fórum bara að hugsa þetta rökrétt. Ég meina, við getum alveg hringt í þingmenn og fengið þá bara með okkur að borðinu. Safna eins og við gerðum hérna á Dús sem var rosalega góður fundur. Við vorum með forsætisráðherra hérna og iðnaðar- og viðskiptaráðherra og það tóku allir vel í þessi mál. Og Ólöf Nordal, samgönguráðherra, hún var okkar alveg frá byrjun sko. Og að því að við spilum þetta ekki, við vorum ekki að berja í borðið með frekju, heldur vorum við að sýna fram á hver hættan Þannig að samstaðan sem að þið var til svona meðal fólks á Suðurnesjum í hópnum og í kringum hópinn, hún skilaði sér inn í húsið í Reykjavík þar sem ákvörðun þetta tekið. Akkurat. Í rauninni til þingmanna, til ráðamanna, til ráðherranna og allt saman. Þannig að þetta þið fóruð mjúku leiðina, getum við sagt að mörgu leyti með við hópinn sem var árið 2000 sem lokaði Reykjanesbrautinni í framhaldi af banaslysum þá og þá fór tvöföldun á stað. En núna var það svona mildari leið en hún gekk líka þessi.
og fólk hefur að tala þessa samræðupólitík og við tókum það algjörlega. Við fórum á fund með iðnaðar- og viðskiptaráðherra og samgönguráðherra og ráðuneytisstjóranum. Við fórum á fund með þingmönnunum í öllu kjördæminu. Við fórum á fund með umhverfis- og samgöngunefnd. Við fórum á fund með vegamálastjóra. Við tölum við alla bæjarstjóra á Suðurnesjum. Allar bæjarstjórnir á Suðurnesjum ályktuðu þetta mál. Samtök atvinnurekenda á Suðurnesjum, SSS og svo framvegis og svo framvegis og svo framvegis. Þetta hafði allt saman áhrif. Og hvað segir þetta okkur? Þetta segir okkur það að þegar við sem samfélag, að þetta ekki bara Reykjanesbær, þegar við hér á Suðurnesjum sem samfélag stöndum saman, læsum olnbogunum og róum í sömu átt, að þá gengur okkur ótrúlega vel. Það hefur stundum verið sagt að í smærri samfélagum þá vanti stundum samstöðu en hún var sannarlega til staðar hérna. En svona, nú þetta allt komið í gang, getur við sagt, og þetta búið voðalega skemmtilegt og loka hópnum eða heldur hann áfram og hvað næsta skref? Nei, þetta engan veginn búið sko. Það hérna, við erum búin að ná sko bráðabirgða aðgerðum og þú veist hvað felst í orðinu bráðabirgða. Við báðum að það yrðu sett hringtorg þarna þannig að það væri ekki eins hættulegt að fara þessar leiðir út úr bænum. Við munum náttúrulega bara halda áfram núna að koma tvöföldun Reykjanesbrautarinnar sko framar í samgönguáætlun og að það verði, að við fáum að sjá það á blaði að það sé byrjað að hanna og byrjað sko á verkinu. Og nú maður að sjá fréttir, kannski í nóvember, desember, ég man nú ekki hvenær það var, að jarðvinnuverktakar hefðu lítið að gera og af hverju þá ekki að fara í málið. Við erum með 2 milljón manns sem að keyra, sko þeir fara hvorki með flugi eða bát héðan úr flugstöðinni, útlendingarnir sem koma hérna, þeir fara allir Reykjanesbrautina. Þetta þá ekki það fyrsta sem þarf að byrja á, að klára þetta mál? En eins og við náttúrulega höfum verið að reyna að segja, við þurfum náttúrulega að klára þessi bráðabirgða hringtorg kannski áður en við þurfum að ráðast í tvöföldunina því að það er miklu meira mál. Nú þegar þið eru búin að vera svona mikið í þessu og fara á kaf í þessi samgöngumál sem eru svo brýn og ekki síst í tengslum við flugstöðina sem að er svo staður þar sem allar þessar milljónir lenda í rauninni. Finnst ykkur ekki samt svolítið skrítið þá? Hvað í rauninni þessi mál eru ekki nú að framalega í hinnu stóra Alþingi? Það er bara stórundarlegt. Með við allan að fjölda fólk sem er að koma hérna og það er vitað að þetta er að fjölga. Og það er bara stórundarlegt að þetta skuli ekki vera löngu komið á blað. Við erum búin að lenda í núna á síðustu örfáum mánuðum í 3 banaslysum á þessum vegakafla. Þetta eru 4 kílómetrar. Síðan að tvöföldunin, síðan að henni lauk frá Hafnarfirði og að hringtorginu við Fitjar. Og það hefur orðið 1 banaslys á Reykjanesbrautinni. 1. Og það var ökumaður sem að keyrði út af að sofna eða missti meðvitund. Það var ekki árekstur sem slíkur. Og hvað segir það okkur? Þetta er algjör bilun sko. Þetta er það sem við viljum. Aukning ferðamanna ár eftir ár. Við, eins og Beggi sagði, fara þessa 4 kílómetra. Við fórum ekki, það er kannski eitthvað sem við höfum eftir, að fá Isavia með okkur í þetta. Því að þetta eru þetta partur af heildarmynd Isavia. Hvernig á að koma farþjónum til og frá flugstöðinni. Þannig að þetta er auðvitað mjög mikilvægt mál fyrir Isavia, þannig að það er kannski, við þurfum að halda áfram að fá fólk til að aðstoða okkur að koma þessu framar í röðina. Hvernig leggst þetta þá í ykkur núna framhaldið? Ætlið að fara að fylgjast með hönnun á hringtorgum og þrýsta á og flýta og það er ennþá að flæða inn hérna ferðamenn? Já. Ég er búinn að hringja nokkuð símtöl í morgun og staðan er sú að það er verið að leita að hönnunaraðila og vegamálastjóri sagðist vilja nota heimamenn og ég býst bara við því að þá hljóta heimamenn að grípa boltann og fara í þetta mál sem fyrst og við erum búin að heyra alls konar draugasögur hversu lengi þetta getur tekið en það er náttúrulega verst ef við erum að byrja kannski ekki fyrir inn í mars og þá erum við komin ofan í ferðamanna tímabili með framkvæmdir. En við erum farin að segja hér á Suðurnesjum að engin tími er góðu tími, þannig að það er bara... Við höfum svo sem engan dauðan tíma til þess að gera þetta kannski, þannig að
ferðamannaaukningin svo mikil og hún búin að aukast mikið yfir vetrartímann. En það var svo mikilvægt, fundurinn sem við áttum í kringum miðjan desember með vegamálastjóra og hans starfsfólki, það við fórum á fund vegamálastjóra þegar að fjárlagafrumvarpið var komið fyrir Alþingi sem að starfsstjórn lagði fram, þar sem að samgönguáætlun var ekki í full fjármagnuð. Þannig að við fengum svona aðeins fyrir hjartað að hvort að þetta loforð vilyrði í samgönguáætlun væri að renna okkur úr greipum. Þannig að við áttum samtal við vegamálastjóra og hann fullvissaði okkur það að hann myndi standa með okkur í þessu máli og sem var gert og þingmennirnir áfram kláruðu þetta mál, en hann fullvissaði okkur einnig það að þetta yrði klárað þessu ári og yrði gert svo sómi yrði af og helst myndi hann vilja að það yrði strax gert sett upp tvöföld hringtorg líkt og niður við Fitjar, þannig að þegar að tvöföldum kemur að þá rétt bara plug and play eins og maður segir. Sko. Svona í lokin, Víkurhréttar að velja hópinn ykkar sem þið stofnuð, svona menn ársins, okkur finnst þetta að vera eitt verkefni sem stendur upp á síðasta ári, eitthvað sem þið viljið segja við þá sem voru með okkur og í þessu dæmi og upp á framhaldið að gera? Ja, þessi viðurkenningin alltaf ótrúlega, við erum mjög hreyknir af þessari viðurkenningu en það eru 16.500 mann sem að fá þessa viðurkenningu í dag. Þeir komast bara ekki allir hérna inn en við erum bara að taka mótinni fyrir þennan hóp. Það var hópurinn sem gerði þetta, ekki við.